Þú ert með einhverju hugmynd af einhverjum burrito? Já, það er allir náttúrulega sem þekkja burrito og í Mexíkó er þetta alltaf sem einhverju baunum og við ætlum svona aðeins að íslensku væði þetta. Já. Við ætlum að steikja spínat á pönnu og þú ætlar að ná í kótasælu fyrir okkur og blanda við. Ég er hérna með svona kryddsmjör. Þetta svona léttir manni aðeins lífið út að það eru ferska kryddjur þess. Það er smjörinn. Það er líka sniðugt að nota þetta meira heldur en bara með steikinni. Ja, svo getur maður náttúrulega hræst þetta sjálfur á sumrin, sko. Ferska kryddjur, laukur. Herri, varstu ekki að tala um að hafa mascarpone eitthvað á móti kótasælunni? Kótasæla er náttúrulega svona litlar yrjur, svo það er rosa gott að binda þetta saman með smá kótasælu. Þetta burrito er nefnilega ansi gott kalt líka. Herri, svo erum við með 2 tegundir kótasælu, annars er þetta með hvítlauk og síðan bara venjuleg kótasæla. Það ekki blanda því saman? Það er rosa gott að blanda því saman. Og þegar maður er að gera spínat, þá er svolítið mikilvægt að hugsa til þess allt þetta hérna hráefni verður ekki neitt. Svo maður þarf samt að byrja með stóra pönnu, svo setja þetta yfir í lítið sigti. Þetta er rauninni bara vatn, þetta bara hverfur. Herru, við ætlum að með þessu að græða eitthvað salsa, eða ekki? Já, er það ekki alveg standard með svona mexíkísku mat? Það er sýrður rjómi og það er salsa. Jú. Það hafa allir verið að borða þetta tilbúna dósunum. Ef ekki gera bara svona fest, bara frá grunni sjálfur. Jú, ekki spurning. Það er nefnilega ótrúlega einfalt að gera það og það geymist sko mjög vel. Ég er líka með hérna, ég ætla að nota hérna kokteltómatið. Fyllingin klár. Spínatið tekur smá tíma, við setjum bara salt og pipar á það. Í salsan þá ætlum við að vera með þessar kissuberjatómatar sem við kallaðir. Þessi kissuberjaplómutómatar. Þetta eru miklu sætar heldur en venjulegir tómatar. Ótrúlega góður í þetta. Og vorlauk. Taka þessu 2 vorlauka, ekki? Það er náttúrulega með þetta, sko, það er náttúrulega hægt að gera þetta bara með ferskum venjulegum tómatum eða... Já. Þetta er náttúrulega bara verið svona flottar aðeins fyrir vikið þegar við erum svona að nota þetta. En í salsa er það ekki grunnurinn, það er alltaf einhver lauktegund, það er ólífuolía, smá sýra sem stundum með sítrónusafi eða læm í þessu tilfelli og svo er þetta bara ólífuolía. Já, og svo náttúrulega er eitthvað smá chili eða paprika og svona smá bit. Ég ætla að nota pínlítið chili bara til að svona aðeins að skerpa á þessu. Maður finnur hérna lyktin að koma af spínatinu, það er náttúrulega að passa vel við spínat, er smá smjör, við leyfum okkur það núna. Ég ætla að taka nú tómatana bara hérna gróft. Við ætlum að hafa þetta bara svona grófa salsa, bara í tvennt. Svona. Þetta er náttúrulega fyrir mig, þetta var bara mascarpone og kótasæla. Já, 2 tegundir kótasælu, annars erum við með hvítlauk og svo bara alveg plain. Fáum við setja aðeins smá salt og pipar í þetta, við erum búin að krydda spínatið, svo þetta jafnist út. Svona, þetta er nóg. Herri, svo ætla ég að saxa í þetta smá chili. Tökum hérna bara eins fínt og maður getur saxað það, sant? Raggi, þú verður að fylgjast með mig líka, séðu, spínatið mitt er að detta hérna. Það er alltaf ekki siktar þetta ekki eitthvað? Þú ætla að setja þetta yfir í siktið. Það kemur alltaf aðeins smá vökvi. Aðeins reynum að svona taka mesta safann úr þessu, við viljum hafa hana frekar svona þykkari fyllingu. Hvað, þú oppakar þetta síðan ekki? Já, þetta er rauninni bara eins og fyllingin í burrito, en svona kannski erum við að stela aðeins hugmyndir frá Ítalíu. Það er ofta notað sko ricotta ástöður og spínat inn í svona cannelloni. Þá setja það svona muskat og það er ekkert heilagt í þessu. Maður má alveg stela hugmyndum frá Ítalíu og færa yfir til Mexíkó. Það er bannað enginn. Hrærum þetta saman. Er ekki það líka hægt að leika sem eitthvað annað grænmeti, ekki? Þetta sax eitthvað, þú veist. Það er bara, spínat er svona tiltölulega svona stíft þegar búið að þetta verður svolítið góð svona fylling. Og ég ætla að fá að ná í tortillaflögurnar okkar. Þá er komið í salsan, ólífuolía, laukur, salt og pipar, tómatarnir. Nú ætla ég að setja smá læm. Eins og ég segi, rúlla aðeins læminu svona með frá borðin til að sprengja upp allan safan þá er miklu auðveldara að fá vel af djús út úr læminu. Svona. Ég ætla líka að stelast til að setja nokkuð basil í þetta, ertu ósamlega því? Já, svona í flestu tilfellum myndum maður kannski nota kóríander í salsa, en basil og tómatar er eitthvað sem passar alveg þvílíkt vel saman. En við erum hvað sem er að fara að láta Mexíkó mætast við Ítalíu, ekki? Já, við erum aðeins að brjóta reglur. Það er gott að hafa aðeins vökva, en það má náttúrulega ekki vera of mikið. Færum þetta bara upp í miðjuna, mótum þetta aðeins.
Svo finnst mér ágætt að brjóta upp á endana og svo rúlla það svolítið þétt. Svo er þetta bara svona og fáum að ná hérna í opfast fat og setja yfir. Svo bara röðum við þessu. Þú ætti ekki að tala um að gratin Já, við ætlum að gera það. Þá setjum við bara raunni ost yfir. Ég held með pizzaost. Hvernig líst þú? Mér líst vel á það, en svo ætlum ég að setja smá kótaselju líka. Já. Farðu þú að stráða þessi yfir það? Já. Svo er bara lúkið. Það finnst mér alltaf ágætt að setja aðeins svona salt og pipar. Þetta kemur svona fallegri áferð svo lítið betur út. En þessu tilfelli ætla ég aðeins að leyfa ostinum að eldast í smá ólífuolíu. Heyrðu, þetta er bara að vera nokkuð girnilegt hjá okkur. Ég ætla bara að setja þetta í ofninn og bara reyna að setja svolítið háan hita í stuttan tíma. Hvað erum við að tala um? Setjum við 220 í 10 mínútur og sjáum hvort þetta sé ekki orðið stökkt. Já, glæsilegt. Þú ert komið með þetta? Já, það er nú búin aðeins að baka þetta í ofninum. Þetta voru 10 mínútur inn í ofni, cirka? Já, og það er náttúrulega líka mjög sniðugt ef þú vilt hafa svona gullni brúna áferð að setja aðeins undir grill. Við leiðum okkur að hafa smá fitu í osti, svona smá til að... Við erum svona meira að hugsa um sko öll vítaminin í spínatinu. Er það ekki svona heilsið þátturinn okkur þessu sinni? Auðvitað má sleppa ostinum, auðvitað má setja ólífuolíu í staðinn fyrir smjörið á spínatið. En þetta er bara svo rosalega gott sko. Herri, við ætlum að setja svona salat, ekki? Jú, má ég stela þetta inn í salsa hefur? Já, betur, ætlum við ekki að setja... Ég er bara svona aðeins að skoða. Þetta er mjög girnilegt allavega. Sérðu, það er eitt svolítið skemmtilegt þetta rómeinsalat hérna, sig. Leggjum þetta hérna. Og svo setur þú salsa svona inn í. Já, þetta er rauninni bara eins og lítill bátur. Já. Það getur smart. Þá vill ég bæði hafa tómatsalsa og svo vill ég líka hafa sýrðan rjóma. Já. Herru, smá ólífuolíu ekki? Mér finnst þetta nokkuð girnilegt, ég vil bara segja það. Ég er mjög sátt við þetta. Heyrðu, ef þá að segja spínat og kótasellu burrito með tómat, salsa og sýrðan rjóma, klárt. Klárt.